Já, í þessum hluta ætla ég að byrja á að staðsetja og teikna töppunina. Byrja á að teikna grunnlínu, bara með línuskipinu, sem er 5 mm á lengd. Hlýðir henni upp 15 á offsetskipinu. Byrja síðan á að teikna hennar línu sem er 83 gráður og 97 gráður í hina áttina. Nota taplíkilinn til að stilla inn á gráðurnar. Málið er að það er 7 gráða halli á línunum og þá er það 90 mínus 7 og 90 pluss 7 sem eru í gráðurna sem er að nota. Nota sem filletskipununa með radius 0 til þess að tengja saman hornin. Það er komið eitt tappa. Þennan tappa ætla ég að fjölfalda og staðsetja hérna að neðanverðu og þá þarf ég að deila þessari lengd hérna niður í jafna hluta. Það eru 4 tappar staðsettir hérna eftir þessari línu, þannig að það deila þessari fjarlægðinni á milli í 5 hluta og ég ætla að stilla hérna á hjálparlínur og ég ætla að nota draw og divide skipuna til þess að deila reyndar þessari lengd hér í 5 hluta. Ég sé að það gerist, ég sé enga hérna tappa, það er vegna þess að ég þarf að fara í utilities og point style og velja hérna exit og segja OK til þess að sjá þessa krossa. Þetta er henni, þessi point style skipun segir mér hvernig ég byrti punktana sem að divide skipunin teiknar. Þá ætla ég að velja tappa minn og ég ætla að nota copy skipunina, þannig að ég vel hérna miðjuna á neðanverðinni sem viðmiðunarpunkt. Það byrja að staðsetja einn hérna við brúnina á hliðinni og trakka sérna hérna upp frá punktunum einn af öðrum staðsetningun á töppunum. Til þess að ég geti gripið þessa punkta þá þarf ég að vera með stilt á noti hérna á object snap takkanum, hægri smelli yfir object snap og vel noti og þá grípur hann í þessa punkta. Ég nota trim til að klippa hérna þennan part hérna af tappanum. Það er henni hálf töppun hérna sitt hverju megin og eyði síðan skálinum. Þessa tappa hérna ætla ég að velja með því að draga svona kassa yfir frá vinstri og yfir til hægri og síðan speglaði þeim MI eða mirror miðjuna á þessari hlið hér, vel einhvern punkt lárétt hérna til hægri og enter og þá eru tapparnir komnir hérna að ónverðinni. Ég ætla næst að ganga aðeins frá hérna að teikna hérna inn hérna við endan. Ég ætla að byrja á því að trimma burtu hérna í rauninni þessar línur hér sem er inn í lokinu. Ég ætla að reynda að teikna hérna eina hjálparlínu sem er akkurat hérna inn í. Það er til þess að ég geti teiknað hring sem á reyndar að vera sem er hér og er með radius 2, passast akkurat hérna inn í bilið. Ég ætla að teikna hérna styrkingu fyrir laminnar sem er 10 frá brúnin hér og nær 20 niður. Gera þetta líka hérna á ónverðinni, þessast 20 upp og 10 hérna inn. Lömina sjálfa teiknaði þannig að hún fer hérna frá byrjunin á styrkingunni 1 mm upp á við og hérna að hringnum.
með því að rekja svona þá gæti hún fundið rétta punktinn til að skurðpunktinn við hringinn, annars teikna hérna bara ríflega og trimma af. Þetta ætti ég geta speglað með mirror miðjuna á hringnum og vel sem punkt hérna lárétt til vinstri eða hægri og enter, þá er komið þetta hengað. Ég ætla að trimma burtu þessa línu sem kemur hérna inn í, þannig að lokið er raunni sjálfstæð eining hérna. Næsta ætla ég að reyna að teikna lokið hérna hallandi og ég gera þannig að ég byrja á að velja lokið og allt sem því tilheyrir og nota copy til að kópera það hérna yfir til hægri. Sé að það verður ekki valist með hérna efri hlutin. Það gerir stundum þegar ég summa of mikið frá. Það passa mig að grípi allt sem ég vil hafa. Betra að kópera of mikið heldur en of lítið. Kópera hérna til hægri. Núna kemur efri hlutin rétt með. Og vel þetta aftur og nota rotate hérna miðjan hringinn til að snúa þessu og það eru mínus 40 gráður til þess að snúa þessu rétt átt. Ég breyti öllu sem tilheyrir þessi loki hérna í huldalínur og það var hérna vist ein aukalína sem átti ekki að fara hérna með hjálpalína og vel aftur það sem ég er búinn að halla og nota núna move vel miðjuna hérna á hringnum og miðjuna á þessum hring hér og er þannig komið lokið hallandi. Ég á eftir að setja inn hats eða mynstur hérna inn í tapana, stilli á mynstur eða hats og smetla á hatskipurina. Ég ætla að velja user defined pattern. Ég ætla að velja 45 í angle. Byrja að prófa 5 í distance sem er það bilað milli lína að hat spacing og svo fer ég hérna og smelli inn í tapana einn af öðrum. Ég get ítt á enter og látið þetta duga og spekla þessu yfir. Ég vil svona þægilega hafa því 2 skrefum. Þetta er svona fullgróft þannig að ég ætla að hafa mynstrið 3. Það var þetta svona aðeins þéttara. Og prófum aftur hérna að ofanverðinni. Það er H og space fyrir hatskipuna og ég ætla að stilla þetta þá strax hérna á 3 og smetla hérna inn í kassana einn af öðrum. Ég á eftir hérna að sýna hvernig töppunin kemur hérna í ofanmyndinni og það er rauninni þannig að þá er ég að horfa hérna ofan á tappana eins og þau koma hér. Ég geri það þannig og ég get alveg tekið neðri hlutan, þetta er alveg speilmynd. Þá tek ég hérna neðri hlutan, grípum hann og kópera hann hérna svolítið niðra við. Þessum hluta hérna snýi síðan 90 gráður með rotate. Skiptir ekki máli, ég þarf að velja einhvern snúningspunkt og vel síðan hvernig þetta snýst. Þegar hún er að trakka línu hérna niður þá veit ég komin í 90 gráður eða mínus 90 gráður. Síðan staðset ég þessa mynd hérna út frá efstu brúninni þannig að hún flútti hérna við efstu brúnina hér,
fer að horninu og dreg hérna aðeins til hægri þannig að þetta sé ekki alveg klesst á hvort annað. Þá get ég annað búið mig til hjálparlínur eða nota track til þess að teikna hérna út frá endunum á töppunum. Og það eru aðalínur sem að prófa að nota hérna tracking aðferðina, en ef að ykkur finnst það óhentugt þá teiknið ég bara hjálparlínur. Og það er mjög hentugt að zooma vel inn þegar að vera að framkvæma svona nákvæmar aðgerðir. Þetta er smá handavinna. Krefst svona nákvæmni með músinni. Og ég seti hérna hats áður en ég fer í hatskipinu, þá ætla ég að stilla á minnstur hatskipinu layerinn og seti inn hérna hats þar sem að það á að koma. Ég sé reyndar en ég glemt einni línu og ég get offseta hérna niður 5 til þess að fá hana og fer aftur í hatskipinu og núna er ég komið þetta eins og ég vil hafa þetta. Og gera þetta líka þess að ég get svo sem spegla þessu öll saman hérna yfir hinum megin. Já, ég get alveg gripið þetta allt. Ef hún grípur of mikið eins og þessar hérna hliðarlínur, þá get ég haldið shift-takana minni og smelta á einhverja línu og þá hendur hún þessu burtu úr varinu. Og þá nota ég mirror-skipuna eða ME og Enter til þess að spegla þessu yfir til vinstri. Þá er frágangurinn orðin réttur vinstra megin. Þessu má ég síðan bara henda. Þetta hefur henni fullnægt tilgangi sínum. Þá er þetta alveg að verða að koma hjá okkur. En í næsta myndbandi ætla ég að fara yfir hvernig við stillum upp sérhlutanum. Takk fyrir í bili.